Hörkuleikur hér, spennandi og skemmtilegur og þar með Ívar Orri búinn að flauta til leiks og það eru Gróttumenn sem byrja með boltan, löng sending hér fram. Stóru strákarnir hjá Aftureldingu, sendingin hér á fjær og Axel skallar þetta fyrir markið og þetta er fyrsta hornspyrnan. Og Elmar Barth, svolítið þröngt þarna. Þetta er laglega spilað, Birkir Már konum på endalínu, Birkir Már leggur hann nær, ekki að komunum á sam. Hér kemur hún inn á nærsvæðið, þetta er skallaði burtu, Keiten gerir það. Birkir og Elmar, 2-1, Birkir fær boltan, Birkir konum på endalínu, sendir boltan hér markið og þetta er fyrsta markið. Barth Kústra að koma Aftureldingu yfir, vel spilað úti hægra megin hjá Elmari og Birkir Már. Alltaf reyðu Elmar og Jón Vignir. Elmar tekur skoti og þessi er inni! Elmar Kári Einarsson Kókits búinn að... Elmar hér á fullri ferð komur inn teginn með aðstoð, lætur vara sjálfur og þetta er vel varið hjá Guðmundi en vel gert hjá Elmari, áfram heldur sóknin en þeir koma þessu í burtu í bili. Nú þarf Grótta að fylgja eftir þessu fína færi og nýta sér smá meðbyr. Þeir eru Keiten með sendingu á Grím og Grímur með skot og þessi er inni! Það held ég, Grímur Ingi Jakobsson að skora annan leikinn í röð og staðan 2-1. Linnu laust og hér er engin rangstaða. Jóakim nær að halda þessum bolta og fast sótt að honum, komnir 2 þarna og Afturelding heldur boltanum. Barth upp að endalínu, sendir boltan fyrir markið og þetta er 3-1. Upp úr vesinni út við hornfánan. Jóakim kom honum á Barth og það var síðan Óðinn Bjarkason sem að skorar 3. mark Aftureldingar í þessum leik.